Klónun. Við ætlum aðeins að ræða klónun. Ekki er hægt að ræða klónun án þess að skoða mál Dolly, rollunnar sem var klónuð. Þetta var stór frétt og heimsbyggðin fylgdist grannt með. Í kjölfarið á því að þessi rolla kom í heiminn fór meira að segja Hollywood á fullt í að græða þessari umræðu og gerði hverja klónmyndina á fætur annar. Já, svona er þetta gert. Úr móður Dollyar og í raun fyrirmynd hennar var tekinn frumukjarni. Sá frumukjarni var síðan settur í eggfrumu annarra kindar í stað erfðaefnisins sem var í henni. Síðan var eggfruman með nýja kjarnanum sett í leg enn einnar kindunar, staðgöngumóður Dollyar. Eggfruman heldur að hún sé frjóvguð því hún er með litningapör í stað stakra litninga og fer að fjölga sér og að lokum poppar út eitt stykki Dolly, sem er nákvæm eftirmynd kindarinnar sem uppalega var tekinn frumukjarni úr. Þetta var mikið fréttaefni og þótti Dolly öðrum kindum fremri. Þegar hún var rúin fyrst var haldin samkeppni og þetta sérstaka munstur vann og þessi ullupessaði prjónu rullina að Dolly. Dolly var 6 vetra og eignaðist nokkur lömb. Það er ekkert sérstaklega gamalt fyrir kind og þótti hún eldast hratt, sem getur verið að sé eina aukaverkunum klónunar. Síðan Dolly kom í heiminn þá hafa verið klónaðar mýs, kettir, kanínur og svín svo eitthvað sé nefnt. Klónun á manneskjum er bönnuð á Íslandi, en stofnfrumurannsóknir eru leyfðar. Flest lönd eru með bann við mannaklónun. Svo eru lög mismunandi er varðar fósturvísa rannsóknir og stofnfrumurannsóknir. Hvað finnst þér?